Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Mér langar áður en við byrjum að minna ykkur á nærandi nóvember. Þið getið farið inn á heilsuerla.is inn á bloggið þar og sótt dagatalið og hengt það upp ef þið viljið prenta það út eða vista það bara á skjáborðið eða í símanum og gert nærandi verkefni á hverjum degi nóvember mánaðar. Inn á Instagraminu mínu, heilsuerla, setjum svo inn svona stutt vídeo með lýsingu á verkefnum dagsins. Áður en við hefjum viðtalið þá langar mig að þakka samstarfsaðilum hlaðvarpsins sem eru Netto, Heilsuhillan og Spíran. Og að því að Helgi svo rosalega mikið jólabarn, þá langar mig að minna á að það er búið að opna fyrir bókanir í jólabrönns Spírunar. Svo er það Netto. Og í lok þáttarins þá ræðum við Helgi einmitt allar hans uppáhalds nettóverslanir. Og að lokum með heilsuhillina þá eru heilsuvörur nóvembermánaðar frá New Nordic og mun ég í næstu þáttum kynna inn vörur frá þeim. Takk kærlega allir samstarfsaðilar fyrir að gera mig kleift að koma þessu hlaðvarpi í loftið í hverju einustu viku. Það er svolítið skemmtileg dagur af því að ég og Helgi Ómars í Helgaspjallinu við ákvaðum að gera svona 2 for 1 hrikalega skemmtilegt og við vorum að klára að taka upp þátt þar sem ég var hinum með borðið mjög gaman og nú fæ ég þann heiður að spyrja Helga spjörunum úr. Ég svo þakklátur að vera hérna af því að ég búin að hlusta svo mikið á hlaðvarpið þitt og mér finnst að því að þetta kannski svo fyndið að ég fæ til minn viðmælendur sem að ég alveg hef bullandi áhuga á og ég myndi segja kannski Helgaspjallið og lífi í lúkunum helst í hendur allavega á nokkur stöðum. En ég nenni ekkert að hlusta á mitt podcast, ég nenni ekkert að hlusta á röddina mér. Þess að þú hefur verið svona mjög ljúf og góð útgáfa af Helgaspjallinu sem þar sæki ég í mína næringu En dásamlegt. Já. En hver er Helgi Ómars fyrir þá sem ekki þekkja þig? Það spurning sem að ég spyr mér rosalega oft, hver í fjandanum ég? En ef við fyrir bara svona tilbaka, ég fæddur á Egilsstöðum og elst upp á Djúpavogi og ég kallar kongobúi sem var lengi mjög skrítið og skildi aldrei, en svolítið skemmtilegt líka. Svo flytti ég á Seyðisfjörð í öðrum bekk og fer þaðan í ME og svo eftir fyrsta ári ME þá bara rísandi bóðumæðurinn minn komin mér ekkert í raskatið og ég bara ekkert búin að stoppa síðan. Og ég held ég sé bara svona það er áhugavert, ég var í námi helgina og það var spurt mér svona hver okkar svona intention var, hver okkar svona norðurstjarna og mér finnst það mjög erfitt og ég lokaði svolítið þegar ég átti að svara þessu. En með hjálp kennarans míns þá lærði ég að I'm a person of good og ég held að það er það sem eitthvað sem ég vil það er mín leið í lífinu. Og já, svo ég með alls konar hatta, ég með hlaðvarp og ég ljósmyndari og ég markaðsráðgjafi og ég á mín einn vefverslun og ég hundaeigandi og maki og hvað ger ég líka? Já, ég bara svona í öllu. Og járhjóðavaldur. Já, einmitt það, starfið mitt. Ég vinna á samfélagsmiðlum. En þar kemur inn svona markaðsfræði perrin minn. Ég elska að vinna með hugmyndir. Og ég segi alltaf að þú veist, mín draumastaða bara að fá að vinna með hugmyndir. Það er eitthvað nefn, það sem ég veit að ég það. Það er það sem það er svolítið ástæðan fyrir að ég eins og ég að vinna með hugmyndir. En ég þarf alltaf að útfæra þær. Sem ég ekkert rosalega góður í. Mér finnst það svolítið erfitt að þurfa að útfæra alla boltana í staðan fyrir að bara búa til og gera tilbúna fyrir einhvern annan til þess að grípa. En ertu þá ekki bara góður í því? Þú veist, og þú bara... Jú, ég rosalega góður í því. En ég er líka rosalega meðvirkur. Það er sem ég ætla að ég skal bara gera þetta. Já, ég skal bara gera þetta. Ég væri til að vera, það er svona, að vera markaðsráðgjafi það skemmtilega sem ég veit og það er eitthvað bara sem ég bjóð til. Já, hvað er markaðsráðgjafi? Það er bara ég hef hitt kuna og kemur hugmyndir og strategíur og svona svona vision hvernig fyrirtæki geta gert eða einstaklingar geta gert
komið sér áfram á samfélagsmiðlum. Ég enda svolítið með því að vera eitthvað að bjóða mig fram og bara, já, ég skal bara gera þetta. Og þá, þá ég til að svolítið að keyra mig út og bara brenna mig út, sko. Já. Oft of mikið að gera hjá þér þá? Já, ég er rosalega, sem svolítið erfitt, sko, því ég tvíburi, ekki þekkt fyrir að vera jafnvægi í því merki, og svo ég vassbur og bóðamaður sem heldur ekki jafnvægismerki. Það er svona, ég núna svona að alvöru að setja þetta í forgang með smá paniki inn í. Þetta er svona kaka, spennandi kaka með smá paniki. Viltu deila þessu paniki eða er það? Ég held að sé bara að setja mörk. Ég held að sú æfing er svolítið lengi að verða til. Að fyrsta skipti sem við setjum mörk, þá náttúrulega erum við bara komið með magabólgu úr hvað við finnst við hvað vera ógeðslega vond að setja mörk. En ég er góður í, þú veist, með mína nánustu. Ég get sagt, þú veist, það hentar ekki núna eða já, bara maka minn og ég á rosa góðar vini sem var, sko, við þökkum hverju öðru fyrir. Takk fyrir að setja mörk. Ég kann að meta. Og mér finnst það svo dýrmætt. Æ, getur komið núna? Nei, því mér, það hentar ekki. Æ, takk fyrir að setja mörk. Bara, láttum bara vita þegar tilbúin. Það bara vákvæði fallegt og nauðsynlegt eiginlega. Já, og ég er búin að öðlast rosalega marga mennska engla í lífið mitt sem að mér var gefið að gjöf. Ég fekk gjöf fyrir að standa með mér og ég trúi því að allir fái gjafir í kjölfarið þegar þau taka ákveð, þetta er svona algjört, ég bara trúi þessu svo sterkt að ef þú tekur ákvarðanir sem að svona eru þér góðir, svona benefita, ég kann ekki alveg að segja íslensku, en benefita, sko, sálinniðinni, þá færðu gjafir frá alheiminum. Það er svo karma. Já, og þetta er svona eins og leikur. Ég ætla bara alltaf að æfa mig í að þróa mig og standa með mér og einhvern veginn taka þar ákvörðin sem hjálpa mér að stækka, að því ég fæ gjöf í staðinn. Og þetta er svona einhver leikur sem er mjög spennandi. En lítill fugl hvíslaði að mér að þú hefði verið steinasafnari. Og þú ættir rosa fallega sögu þegar þú fórst að sækja. Oh my god, hvað fuglast þú að tala við? Hvernig heldur þú? Oh my god, þetta er bara djúbúður, sko. Herðu, vá, mér hlýnaði hjarta við þetta. Já, ég gerði það á djúbúði og vá, þetta er svo magnað og ég elska hana strák svo mikið. Þetta er litla barnum, bara þú veist, ég er að æfa mig núna að tengja við hann og ég er eitthvað svo, mér finnst hann svo dásamlegur eitthvað og mér er svo leiðilegt hvað maður þarna sárna mér þegar hvað ég er leiðileg við mig og hvað ég getur að harða við mig og þetta er bara hann, þetta er bara sonur móður minnar, skilur, sem að var yndislegur og einhvern veginn og er yndislegur. Já, takk og ég ætla bara að sammála þér einhvern veginn, þó maður kannski er alltaf eitthvað á bremsunni en hann er svo dásamlegur og ég var alltaf að tína steina og mér fannst þetta magnað, mér fannst líka einhver svona orka við þetta. Það er svo ég hef fundið það strax og ég var líka stoltur af þessu og á pallinum voru svona þannig svona eins og ég gat stilt þessu upp og frá stærsta yfir í minnsta og það var sumarið 2000 annarkvort 13 eða 14 mögulega 13 og nú er ég hugsa út frá Eurovision held að Emily de Forest hafi vinni og var það ekki þá? Nei, þetta var 2020 fyrir gæðu. Ég var í Borgarlandi á Djúpavogi og ég man náttúrulega ekkert eftir flutningum þetta 96 eða 7 og vissi svo sem ekkert hvað það þýtti að flytja. Maður var svo eitthvað mikil dúlla. Og þau eru yndislega sem taka móti mér og ég myndi muna hvað þau heita en ég veit hverra manna þau eru. Og ástæða fyrir ég sagði sko 2013-2014 þá var konan sem bjó húsinu á móti sem býr það ennþá hún sagði við mig ertu komin heim eða ertu snúin aftur eða eitthvað og ég man hvað mér fannst þetta dýrmætt að eitthvað vera að tengja í fortíðina
En svo var það 2020 þegar ég var komin í ég fór með Norrænu frá Danmörku heim til Seyðisfjarðar að því mér fannst COVID erfitt að þessu leyti og sérstaklega búið í Danmörku að vera einhvern veginn lokaður inni hvað gerist og mér finnst bara svona frelsisfíkillinn í mér hann alveg bara panikaði en ég er þarna fyrir utan og ég sé fólk þarna fyrir utan og þau eru greinilega nýbúin að kaupa gamla húsi okkar Borgarland 34 á það segja mína og þau voru svo yndisleg bara bauð mig velkomur viltu koma að sjá og allt í henni fekk þessi 1,90 einhver gæi að koma inn í þú veist þetta fallega hús sem var náttúrulega hugjast þegar maður var yngri og upprunalega eldhúsinnýting og mér fannst það magnað og svo var steinn í bakaranum svona stór sem var til alls konar myndir á okkur frændsískunum og eitthvað og allt í hennu sé ég bara glitta þess að ef þú veist pallurinn og það alltaf svona endir á pallinu með svona stóri svona skíli eða svona vegg en það spotta í stein og ég bara hvað býtunum við þá hefur fyrrum eigandi bara svolítið svona dömpaði sig í garðin þannig í hotnið en vitum enn, ég er bara þarna með allt steinasatn mitt eftir hvað, þú veist, 2020 ég er 27 ár eða eitthvað og ég bara, vá, hvað þú veist, þetta er ótrúlegt dæmi, þú veist, þetta var miklu stærra en ég einhvern veginn gerði mig grein fyrir og einhvern veginn eitthvað dýrmætt við að tengja sig við tengja við hann aftur litla strákin sem ég þykir svolítið vænt þannig að þú fórst ekki sérstaklega til þess að leita steinum það var bara algjörlega óvænt það var bara alheimurinn að leiða mig en fallegt já, hann gerir það, ég trúi svo innilega að hann er bara að leiða okkur áfram og þú veist, og mér líður hendur eins og eina leikreglan taktu góður ákvæmni fyrir þig þú veist, passaðu upp að verður góður við þig og þú kemst bara í það betri tengingu að hann er að leiða þig það betra svona haldgrip og þetta var bara eitt af augnablikum mér finnst það dásamlegt þetta er ennþá í kassa sko já, ég teki þetta með mér hvert sem ég flyt og einmitt maður mér sagði ef ekki losku við hennar kassan er búin að vera þetta með allt bara, nei, það er einhver ástæða fyrir þessu já, getur búið til listaverk orðin já, einmitt ég þarf að gera eitthvað við þetta ég held það en að þið vorum að tala um því sem lítinn strák hvernig varstu sem krakki? Ég get sagt þér það að ég var hjá henni Viktoríu Hermanns á æskuslóðum á RÚV og þau báðu okkur eða báðum að senda inn myndir af mér og þú veist, það er partur af mér sem ég fannst ég sérstaklega úlingur og svona að vera fylgdur af myndum og bara svona, þú veist, og mamma og pappi þú veist, þau eru stórkostlega dásamleg og þurfa að eiga úling og eitthvað, ég alveg vorkendi þeim alveg sko upp yfir voru við ekki öll svona? Ég vona þetta sé bara prógrami sem að bara allir með þetta að því ég fór til pappa bara fyrirgefði og mömmu líka held ég fyrirgefði ef ég allir ykkur óþægindum sem bara einhver úlingur en ég var alltaf næs, ég hef aldrei vaxið upp úr því að knúsa mömmu og pappa góða nótt og ég geri það ennþá og kissa þau góða nótt og vera svolítið svona sýna þeim að ég elska þau mér finnst það ótrúlega mikilvægt við erum líka svona kossafjölskylda já, það er rosa dýrmætt sko og mér langar ekkert að vaxa upp úr því þú veist, þetta er mamma mín ég leggst alveg í hálsakota á henni 33 ára sko og ég vill alltaf fá hendina hérna á kinnina og láta hann klappa mér og ég neita að vaxa upp úr þessu en mér þykir rosa vænt þú veist, litla Helga, hann var bara dúlla og ég er svolítið mikið að vinna með bara eigið tráma sem er mjög einfalt, það er bara að komin í heiminn sem sál sem er samkynhneigður og einhvern veginn einhvers staðar í genamyndunni er þessi tilfinning þú ert öðruvísi þú átt helst ekki að vera þarna þú ert bara stelpustrákur og svo horfa í alls konar stöðum að hommar eru eitt og annað og hitt og þetta að
þetta alveg stærra verkefni en maður gerir sig grein fyrir. Ég var núna í náminu þar sem að við þurftum að koma með þess að þetta secondary intention sem svona bara svona affirmation sem að sem þú tengi við og mitt var bara, og ég fór bara að skæla þegar ég átti að mála sem var bara þú mátt vera hérna. Ég má vera hér sem ég og ég þarf ekki að vera alltaf að bæta upp fyrir það er svolítið búið að vera lífið mitt. Það er óslega fyndin, það er að vera óslega flottum fötum, ég þarf einhvern veginn að sækja virði í staðan fyrir að vera bara þess virði sem ég sko. Það er svona, mér þykir vænt þann strák sem lenda alveg einelti og lenda alveg alls konar bara óþægindum fyrir að vera öðruvísi. Hvað varstu gamal þegar þú áttaðir á þessu? Varstu það? Ég var alltaf rosalega skotin í Aladdin. Það er svona fyrsta og ég, annað sko Dagný og Urður systir og vinkonu þeirra, þær voru alltaf að segja sko, mér finnst Mel B sætust, mér finnst Mel C sætust, mér finnst Emma sætust. Og einhvern tímann, ég var bara ungur, þá sagði ég hvað Backstreet Boys mér fannst sætastur. Og þá fekk ég bara eitthvað, þú mátt ekki segja það. Og ég man eftir að hugsa, hvað? En þú mátt segja Spice Girls. Þú veist, og líka sko það er svona TikTok-trend sem sko bak við hvert samkynnan mann bara lítill strákur sem var kallaður hommi þegar hann vissi ekki hvað það þýddi. Og það hittir svolítið í hjarta sko. Af því að ég var bara ég var bara að vera, það er svona fagnaði svo mikið kannski nýjum kynslóðum sem að börn bara kom í heiminn og þau eru bara þau og það er ekkert verið að kommenta það. Og ég vonaði að sé heilandi fyrir þau og ég vonaði að þeim finnst þau vera velkomnari í hennan heim en mér leið. En ég held að hann hafi verið bara algjör mömmustrákur og gormur og pínu svona á dönsku sem er bandít svona. Já, bófi, eða svona. Já, svona smá svona aðeins að testa en alltaf dúlla, þú veist, ég var aldrei vondur eða neitt svoleiðis, ég var alltaf bara svolítið ég var svolítið mér aumaði alltaf með fólki sko, sem að kannski En varstu búin að vera var langt frá því áttaður og verið samkynhneigður áður en þú komst út úr skápnum svo? Þetta er svo fyndið, ég held ég deili sem er bara kannski flestum sem að eru samkynhneigðir er að sko, maður veit þetta bara þú veist, mér fannst Aladdin sætur og þú veist, aksjónkallarnir voru svona, wow, þú veist, þetta var eitthvað svona flott og eitthvað svona og maður fannst bara, og ég held bara að maður mætti finnast stelpur og strákar sætir. En ég átti rosalega mikið kærustum, var rosalega mikið sleikmaður þegar ég var alltaf í sleik, varst það mjög spennandi og svo var það í rauninni þegar ég kynnist fyrsta kærastanum mínum hér í Reykjavík. Og þá komið sko, þú veist, nei, kannski, já, sko, þú veist, það kannski þá fór ég var eitthvað deyta eitthvað strák og það var svona cool, svolítið að vera og emo og eitthvað svona dæmi, en svo þegar ég kynnist þá, svona fyrstu ástinni. Hvað ertu þá gamall? Þá er ég 17 og þá var þetta bara svolítið komið, þú veist, þá var þetta bara svona ég var bara skotin í honum en það góða svona fyndna við það var að ég alltaf strjúka frá menntaskólanum á Egilsstöðum til Reykjavíkur. Ég átti ekkert kort sem maður gat keypt á netinu þess vegna við notum hans kort þess vegna í staðan fyrir að fara, ég sagðist að fara til Eskifjarðar til vinkona minna sem ég var með í herbyggi en ég fór til Reykjavíkur og það var þegar mamma sá að ég hafi verið að kaupa eitthvað G-Star í Reykjavík vinnur í banka sem hún gómaði mig og þá var svolítið bara svona þá var það bara komið, ég þurfti bara svolítið að segja að ég spurði hana ég þarf ekki að segja þetta og það var svolítið fyndið að segja orðið það var mjög erfitt af hverju heldur þú að ég sé við Reykjavík hann kastaði boltanum á hana hefur mikið konan en þá var það bara komið en svo var það raunverulega pabbi sem hjálpaði mér út. Já, ég sá þennan þátt með Viktoríu Hermanns þetta er rosa fallegt og bara mikið stuðningur frá fjölskyldinu. Já, og það sem er mjög dýrmætt sko, því að pabbi er með mjög hann er með gigantist hjarta hann er krabbi, eins og þú hann sá hvað áhrif það geti haft þegar hann var yngri og það var einhver sem að tók eða líf í hans lífi það veit ekki hvort að það sé ástæðan eða ekki og ég spyr mig oft hvort að sjálfsvík kallmann að sé eitthvað getur verið tengt þessu sem að brýtur á mig hjarta
og sömulegis á menntaskólanum í Eiðum þar sem að hann það var líka, þar sem hann vissi alltaf það skiptir engu máli hvað sonur minn skilgreinir sig, hann á alltaf að líða eins og hann eigi erindi og sé velkomin og tekin eins og hann og það kemur líka frá ömmu Erlu hún heitir hún Erla? Já, amma Erla mikilvægast það bara, hún bara ég er líka hver skipt sem ég tala með hana hún spilar eitthvað rosalega stórt hlutverk í mér ég ætti nefnilega líka með Erlu sem var dýrmætasta vinkona hún er á arminu mínu en hún sem sagt missi fjölskylduna sína ég er að flagna þetta hún misti sem sagt móður sína og 2 systur í snjóflóði í Góðdal og svo sem sagt tók langa við eilíf fljótlega eftir það sem hún gaf manni líka að það eru allir velkomnir þú veist, þegar var verið að jarða fjölskyldun hennar þá fekk hún að heyra Erla mín farin út að leika fullorðið fólk gera syrgja en hún öðlast alveg magnað orku í kjölfarið og hún var bara, tók mér alltaf eins og ég var og fagnaði því bara alltaf og ég held að það hafi smittað svolítið í pappa en yndislegt ég að tala of mikið? Nei, þetta þig en svo náttúrulega hefur alveg sagt frá því áður að þú varst í svakalega erfiðu sambandi lengi sem að hefur mótað þig líka mikið. Það var skóli sem ég þakklúta fyrir í dag sem svolítið fyndið því ég held að ég held stundum að sálinnar okkar kalli á reynslur að því að ekki það að þú veist þessu fyrsti kærasti minn var ég myndi aldrei segja hann væri ofbeldisneiður eitthvað svoleiðis en upplifanir innan sambandsins voru ótrúlega skrýtnar og ég man að ég lærði svolítið inn á þú veist þegar ég er að knúsa þig ekki íta mér í burtu skilur, ég er að gefa þér eitthvað sem ég vil þú veist fá tilbaka á þetta og svona alls konar svona eitt og annað og heilbrigðissambönd voru mér bara ekki spennandi þú veist, það var bara þú veist, ég var greinilega að leita í sáli mín var að leita í einhverja reynslu leita í eitthvað sem ég þurfti að læra og það er svona ég tek fulla ábyrgð á þessu sambandi líka þú veist, sjálfsábyrgðin er svo mikilvæg í svona aðstæðum og þetta er náttúrulega mér ennþá mjög flókið og maður svona þetta er eiginlega alltaf erfitt að skilja því að í mínu tilfelli hunsaði ég náttúrulega bara öll rauð flagg en ég hef alltaf sagt og ég sagði við eitthvað mann ekkert hvað það var ég veit ég er að taka að mér ákveð case ég veit ég er að mér leiðum sem ég var áður en þið byrjuðu saman þegar við vorum svona að byrja saman og hann var flókin og hann var en ég ætlaði bara að bjarga honum Hvað varstu þá gamall? Ég kynnist honum 21 árs og þið voru saman í mörg ár? Við vorum saman í 8 ár 8 ár? Já. Þetta var svolítið eins og ég kalla svona death by 1000 paper cuts. Hann er frábær ofbeldismaður. Hann gerir þetta rosalega vel. Að þetta var svo rosalega hægur aðdragandi. Þess að það var svo ómögulegt að fatta þetta. Flöggin alveg klálega. En mitt ég mun bjarga þér. Ég veit ég geta. Ég búin að fara gegnum sjálfsvinnu. Ég skal, ég með eitthvað svona ég held ég sé með svona pínu móður orku í mér stórt hjarta já, svona þetta svona my feminine energy sem býr í mér og ég ætla bara og sem er svolítið áhugavert að því ég var vissulega með honum en ég var líka með litla barnið hans ég vildi líka passa på hann og það kom bara mjög snemma og hann var guðdómlega fallegt barn bara með einlægustu engla augu sem ég séð það er svona ég vissi, ég er með honum sem fullarinn en ég er líka að hjálpa hinum. Þú sást í gegnum hann, það meina það? Já. En ég vissi náttúrulega ekki hann væri þú veist með narsískan persónleika. Heldur hann hafi vitað það sjálfur strax? Nei, eina skipti sem ég hélt að myndi kýla mig það var þegar ég spurði og ég vildi óska sem hann hefði gert það. Þá var ég með eitthvað í höndunum. En við setjum náttúrulega andlegt ofbeldi sést ekki og það er svona það stuðaði eitthvað í honum
og ég er bara svona, ég er ennþá mjög sorgmættur yfir bara að hann þurfa að vera svona. Það er eiginlega svona hvar sorgin mín liggur í dag og ég hugsa ekkert neikvætt til hans af því að ég bara, það er svo gott að taka ábyrgð á sjálfum sér í svona málum. En er hann danskur? Hann danskur, já. Já, hann býr bara úti og þú hann þarft ekki býr úti og hittan eða neitt. Nei. Og hérna en það var svolítið áhugavert, ég sá hann sko, það kemur líka að trúa alheiminn og alls konar svona tilviljan, ekki tilviljan, þú veist hvað við lifum mögnu hérna lífi. En þá var ég og maður minn vorum að fara til Svíþjóðar og förum frá, þetta var á miðvikudegi 10, bara hver annar miðvikudagur klukkan 10 morgun og tökum lest og förum yfir til Svíþjóðar því að hérna, mákunum minn býr þar og förum á stoppi sem er Hylja, sem er fyrsta stoppi í Svíþjóð. Ekki mikið af, það er ekki miðbærin, þetta er svona útkverfi og þannig að Malmö Arena er þar og McDonald's og eitthvað. En ég lapp út úr lestinni, fer upp í lyftu og fyrir hann til að lappa fram hjá. Þú veist, í Svíþjóð klukkan 10 á miðvikudegi og ég man eftir í þá, veist, ég er ekki fylgingri trú, þó mér finnst allar trú og sinnhátt vera mjög fallegar. Bara vá, guð til. Bara, hvernig leiðir? Ég fekk panik alveg sko, en ég fekk líka þessa svona uppljómun. Bara vá, ertu ekki að djóka? Bara, þessi maður er búin að vera úr lífminni í x langan tíma, en hann er búin að stjórna mig síðan. Hann er búin að stjórna kvíða og áfallastreitu og bara þetta og þú veist draumarnir og kvíðakostin og allt þetta sem er búið að gerast í kjölfyrir að hann er ekki lengur partur á sögunum minni. Ég var bara svona, vá, þetta er magnað. Það var einhver sem sett hann fyrir fram mig, bara sjáðu. Yeah. Hann er ekki skeri. Það er ekkert þarna nema bara brotin einstaklingur. Eitthvað sem kom fyrir hann. Fannstu smá closure? Eða svona? Ég fann closure, sko. Ég fann sko bara, vá, þú veist, þarna fekk ég að sjá hann. Og ég er búin að sjá hann. Því meira sem að læra inn á hvernig svona ofbeldismenn vinna. Og ég var, þú veist, ég finna ég er sorgmættur yfir þessi dag að hann þurfa að vera svona. Af því að ég átti góða stundir með honum. Og það var gott í honum líka, þú veist, það er góðu stundir sem að gera raunverulega hvað er svona, ekki útfærslan heldur sko uppgjörið, erfiðara. Já. Af því að sem einstaklingur sem er gjarn að horfa á betri hliða fólks, að muna í rauninni góðu tíman og það góða við hann, er eiginlega erfiðasta sárasti parturinn. Svona já, þetta er búið að vera rosalega mikil skóli og ég óska honum auðvitað bara ég óska honum hann þurfi ekki að hann muni einhvern tíma líða það vel, hann þurfi ekki að beita hann ofbeldi. En þetta er svo ótrúlega fallegt að geta hugsað svona. Já. Það er ekkert allir. Sumir myndi bara sitja upp einhverja reiði og þú veist. Hún var þarna algjörlega sko og sérstaklega sko, þú veist, fyrsta árið eftir að maður átta sig, það er algjör stormur. Allt í einu, þú veist, líka þetta svo mikill ótti. Ég var svo hræddur við narsísíska persónleika. Geturðu útskýrt aðeins fyrir einhverja hlusta sem þekkir ekkert til? Já. Geturðu útskýrt kannski aðeins hvernig það er? Eða dæmi? Ertu að tala um ferli eða hvernig narsismi? Sko, það er líka ferli. Af því að í rauninni, fyrst hélt ég að þetta væri bara einhvern veginn skrifað í stein og svo náttúrulega er Dr. Ramin í algjörlega bennandi og þetta er í rauninni bara, þetta getur verið persónuleiki upp á þessu marki, þetta getur líka verið persónuleika röskun og það er alltaf verið að tala og ég man fyrst þegar ég kom út með þetta, ég fekk skilabóð frá sálfræðingur sem var sko, þú mátt ekki greina, við þurfum að greina, við erum fagmenninir og ég man að mér blöskraði að því að sko, það fer engin narsisisti í greiningu. Og ég hef leitað á narsistum í greiningu sem eru greindir sem geta komið ónafngreint og sagt okkur frá. Það er akkurat það sem þeir sjá ekkert að neinu sem þeir gera. Þeir eru fórnarlömb, þeir eru þú veist, í rauninni er þetta þeirra
survival. Það að vera með stjórn, að beita ofbeldi, að stuða, að tryggra, að í rauninni, þú veist, þetta gefur þeim orku til þess að halda áfram. Og þetta það sem ég segi stundum að þetta sé svo mýfluga belju. Þú veist, hún sígur hægt og róla og beljan finnur ekkert fyrir því. Þetta óþægilegt og það stingur og eitthvað svona, en svo þegar hún bara vannmáttug og óþægileg, þá fer mýflugan náttúrulega bara á ferska belju. Eitthvað svoleiðis. Þetta náttúrulega rosalega stórt subject sem við eigum að tala að því að í rauninni þetta bara graf alvarlegt og þetta rosalega miklu algengar en við gerum okkur grein fyrir og við viljum ekki lenda í neti og núna bara staðan svo, ég meina það eru umræðuhópar og ofbeldis menningarhópurinn náttúrulega bara sláandi að lesa hvað konur og kallar að lenda í að hálfu svona persónuleikum. En ég var bara svo hræddur við þetta. Allt í einu var henni minn stærsti ótti þessi persónuleika, þessa típur af fólki. Bæði konur og kallar getur bara verið mjög alvarlegt svona ofbeldishegðun. Það svona, núna í dag skil ég þetta öðruvísi og það miklu auðveldara að kannski líka svona þú veist, þú finnur einhverja tilfinningu og ég ætla bara að halda mig frá. Þú veist, það auðveldara að vera til staða fyrir fólk, en að því áður fyrir var maður bara, oh my god, þú mátt ekki lenda í saman, ég bara, þú veist, ég óska raunverulega engum að fara í gegnum þetta. Og það eru dæmi sem bara graf alvarleg, fjárhagslegt ofbeldi, teki allt af þeim, þú veist, einstæða mæður allt í einu og bara það bara vera sparki þær liggjandi og þú veist, bara, they know no limit. Ekki líka rosalega oft erfitt að komast út úr svona sambandi? Bara eiginlega ómögulegt, sko. Það nefnilega málið, þegar þú ert náttúrulega bara orðin eins og þau kalla supply, þú ert bara þessi belja, þú veist. Núna veit mýflugan að hún ekkert að streitast á móti og þetta bara mjög góður orkugjafi sem raunverulega bara ofbeldi. Og þeir náttúrulega bara, þú veist, það sem með eiga fyrir aðila sem veit ekkert hvað þetta og lendir allt inn í svona sambandi. Þeir vita náttúrulega ekkert. Hvorki prógramið, rauðflögin í dag mjög auðvelt að spotta, ok, nei takk. En varstu lengi áttaði á þessu þegar þú varst í þessu sambandi? Já, ég áttaði mig ekki á þessu fyrir en ég var komin út, sko. Já, það var þannig. Ég vissi bara að ég þurfti að komast út og þarna kannski hjálpaði að við vorum frá 2 sekúrlöndum. Af því að það sem ég gerði ég kyssti hann bless morguninn, ég sagðist vera að fara í vinnuferð sem ég gerði oft til Íslands, svo þegar maður farin og ég kvaddi þá pakkaði ég saman tölvunum minni sem var svona standandi tölva og svo þegar ég kom og ég var búin að ég fekk alveg svona panikattack í júní og þú veist, maður var bara að hrynja og þetta bara staðan, þú átt ekkert eftir, þú ert í svo miklu fight or flight og þú ert svo mikið að lifa af að þú ert bara græmmiti, það bara staðan. Og þegar ég kominn þá finn ég bara ég frjáls og ég gat ekki svarað, ég gat ekki neitt, ég lá bara lamaður, skilur. Þú semst bara flugst til Íslands með allt þitt dót? Já, tjekkaði inn einhverja íbúð, var í sóttkví. Já, þetta var í COVID. Já, þetta var í COVID. Oh og það, svona í mínu tilfelli þá segi ég, og þarna er ég ennþá svo mikið í, sko, ég vissi ekkert hvað í gangi, ég var bara ég skal gefa þér bestu sambandslit sem ég get gefið þér. Bara ég skal þú veist, ég lofa hann öllu fögru ef hann myndi bara sleppa mér. Og það var það sem var að gerast. En reyndi hann að finna þig eða? Nei, það var ekkert svoleiðis. Hann einhvern veginn, ég held að því ég lofaði öllu fögru. Ég mun aldrei segja neitt ljótt mig, ég mun aldrei gera neitt til þess að skaða það sem við áttum og bla 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 bla, en mér leiður raunverulega þannig, ég bara þurfti að segja og gera allt til þess að myndi sleppa mér. Og þegar hann fann að það var bara staðan, þá var hann alltaf bara daginn eftir komin á Tinder og komin í nýtt samband og sem er mjög eðlileg þróun frá þeim hjá þessum persónuleikum eða þessum típum og
já, það var bara eins og það var og ég meina ég kom og sótti hundinn og það einhvern veginn bara það var bara eins og það var og og ég fann líka að það var þessi svona keppni að sko ég ætla ekki að láta þess að hafa einn áhrif á mig og ég var líka svolítið þar, ég þurfti að passa að þetta var bara staðan en engu að síður var ég bara þú mátt koma með nýja makan og heimsækja Noel og þú veist, hundin okkar þú veist, það er bara of góður alltaf góður og þú veist, ég vildi bara gera þetta vel og rétt en það er líka það sem ég geri, ég vil ekki meiða og ekki hann, en svo er hægt og rólega alltaf hinn, ég fæ tauga áföll einhvern veginn aftur og aftur og eitthvað svona grátköst og bara kerfi bara einhvern veginn í algjöru skiljanlega, þú ert búin að vera bara eins og fangi já, pínu, þú veist, það mér leið þannig þetta var bara, og þú veist í Danmörku var ég náttúrulega mér var ekki boðið með neitt ég átti eiginlega bara að vera heima og ég átti svolítið bara að sinna honum ég þurfti að koma með smá tekjur inn og svo rest var svolítið bara að mæta hans þörfum sem ég gerði, skilur, ég er líka með þetta bein í mér, ég elska að sinna þörfum mannsins míns í dag og nema hann gefur mér bara 100% tilbaka sem var mjög nýtt fyrir mér og búið að vera á ferli, ég get alveg sagt það líka en já, þetta er bara og svo var bara einn örlæríkur dagur sem ég opna tölvuna og er að búa með til búst á YouTube og þá kemur sko 10 signs that you might be in a relationship with a narcissist og ég klikka þetta vídeo og eftir þetta vídeo fæ ég bara svona og þarna vissi ég vissi ekki hvað gaslýsing var ég vissi ekki hvað reactive abuse var þú veist, ég hélt að narcissista væri bara svona einhver svona stóri kallmenn sem bara lömdu konuna sína og þú veist, ég hélt að væri bara eitthvað svona en svo er þetta, það er bara ekkert staðan þetta er miklu alls konar útgáfur alls konar fólk, þetta getur verið mest sjarmirandi leið sem þú finnur og þau mega bara vera það ég er ekki að segja, þú veist, ég er ekki inn í nornaveðum að einhvern veginn, að allir narsissistar eiga að vera bara, þú veist, brendir á báli en ég er á móti ofbeldinu sem þau beita og þau beita fólki nálægt mér þú veist já, ég meit, hingað ekki lengra, takk og bless það, þú veist, það getur stöðað mig alveg bara til fjandans og tilbaka en engu að síður, þetta er fólk í stjórnastöðum, þetta er fólk í pólitík þetta er bara hinn almenni borgari Hvað heldur að, er þetta algengt? Sko, ég spurði Röggu, ég vinn alltaf bara með, þú veist, bara vinna með Röggu Nagla og vera vinur hennar, þú veist, hún gefur mér rosalega mikið af, þú veist, fræðilegum punktum og fræðilegum upplýsingum en fyrst, þegar þetta var komið í borðið þá var einn hverjum 10, núna þegar svolítið það er komið þessi vitneskja og umræðan og miklu sjálfbærari og við erum miklu fróðar þetta, þá segur einn hverjum 5 Það er bara staðan Það er svakalegt. Það er staðan. Og ég meina, þú veist, svo núna í dag, ég meina 4 mánuð seinna, þú veist, ég get ekki talið á sko puttanum á mér hvað margar af fólki í kringum mig er að díla við þetta. Skilur við? Þetta er bara í tugatali, 100-tali við eitthvað, sko. Hvað varstu lengi að jafnaði eftir þetta? Þú veist, andlega heilsan hlýtur að vera bara alveg í kjallaranum og höfuðkerfið. Já, þetta er ennþá bara partur af mér, sko. Þú veist, þessi svona flókna áfallarstreitu röskun er náttúrulega sko, þú veist, eitthvað sem tráma sem gerist yfir langan tíma. Ég er ennþá alveg klálega að vinna í þessu sko. Þú veist, imposter syndromi lifir í mér og náttúrulega bara efasemdur að ég sé bærilegur. En þú veist, þegar ég flutti inn með bróðum mínum, þú veist, ófáu sko bara svona stungur í maðurinn þegar ég var að opna hurðina inn til litla bróðum minn sem er engill og jörður sko. En ég vissi aldrei hvað ég var að ganga inn í áður og ég man eftir því þegar ég og bróðum minn vorum búin að búa saman kannski hálft ári eða eitthvað að þá var ég ennþá að hugsa sko hvað ég vorkendur að þurfa að búa með mér þú veist en við erum þannig bræður að við segjum elska þig og góða nótt og hann er dásamlegur hann kemur og knúsa mann bara upp þurru og þú veist við eldum saman og við áttum þetta bara besti tími lífsmins að búa með litbræðum sko og það er sem þetta er held ég bara verkefni út lífið sko en það er spurning hvað að gera við það og ég veit að ég vissi bara að ég ætla ekki að ganga gegnum þetta ef ég get ekki hjálpa þér og það er svolítið það sem ég er að gera
og maður minn núna að hjálpa mér á hverjum degi sko, hann er dásamlegur. Finnst þér þetta svolítið þá bara að hafa trú á sjálfum sér? Er það sem að Ég held að vertu með þér í liði, sé kannski orðið, það er bara, þú veist, ég meðist gott að hugsa, þetta er bara sonur móðuðinnar, það hjálpa mér svolítið, að halda mér á beinibrautinni, að reyna ekki að tala mig niður og standa með mér en ég viðkynna alveg, ég held ég gæti ekki gert þetta allavega sko ná þeirri svona heilun sem ég er búin að ná ef það væri ekki fyrir Pétur. Hann er stórkostlegur og það er oft sem hann hefur gripið mig langt áður en að ég áttam á því að ég sé að fara í einhvern spíral. Hann einhvern veginn tekur svolítið ákvarðanstundu fyrir mig og hann er algjörlega stórkostlegur og ég veit líka að Pétur er ætlaði mér. Það er ástæða fyrir því að saga mín er svona. Veist, hann er annar engill sem að alheimurinn gaf mér og ég get verið til staðar fyrir hann og það eru eiginleikar sem ég læri í minni reynslu sem að hendar hans þörfum fullkomlega og öfugt. En þeir eru ekki að teimi? Bara besta sem ég veit það er Pétur. Það er bara þannig. Það er svona, já, þetta er bara rosa skóli. Já. Og ég vil að vera þakklátur fyrir hann, sko. Þetta er bara, já, þetta er eiginlega svona magnað, sko, þú veist, að horfa tilbaka á ferli. Mér líður svolítið bara sem ég hef verið í rektorsnámi og ég geng stoltur með þá ekki diplóma heldur, þú veist, gráðu bara í bakpokunum, sko. Þess að þetta er bara, ég held við þurfum að temja okkur þetta. Þú veist, af hverju er þetta að koma fyrir? Er þetta eitthvað sem ég er að kalla timmin? Hvað á ég að læra á þessu? Þú veist, við erum alltaf að manifesta til okkar einhverja lærdómi. Og ég segi stundum að þetta sé svona áfangar í skólum. Náðu áfanganum. Annars þarf það að taka hann aftur. Akkurat. Þú veist, þú hættir með einum alkohólustag og þú lærir ekkert að því og þú einhvern veginn manifesta nýjan alkohólustag eða hvað það er. Það er oft hýrt þetta. Og þetta er svolítið þess að bara svona skoða munstrin og haksa kerfið, sko. Ég ætla að ná mínum áfengum. Ég er kannski lélegur í akademísku skóla en ég ætla ekki að vera lélegur í lífsins skóla. Nei, og sko að því að svona áföll eru svolítið make it or break it, eða skilur stundum bara brýtur það fólk algjörlega niður. En einhvern veginn, ef maður kemst í gegnum þetta, þá er þetta svo mikill lærdómur. Þetta er svo svakalega mikill lærdómur sem að maður getur þá bæði nýtt í eigin, þú veist, til að byggja sjálfan sig upp, en líka til að hjálpa öðrum. Já, og ég trúi því líka að við komum á jörðina og við munum, þetta er bara svona, mér líður svolítið þess að við séum með tímalínu, þú veist, og á tímalínu eru bara þessi áfangar og einhverjar ákveðnar reynslur og ákveðnar hindranir. Það er svona, ég trúi því líka að þetta átt að gerast. Mér finnst það líka bara frekar gott að einhvern veginn að horfa á það svoleiðis, að því við þurfum líka svo að taka hlutunum eins og þeir eru í staðan fyrir að steytast á móti og fara, þú veist, í fórnarlamb sem ég skiljulega fólk gerir, að því að þetta er bara ógeðslega vont og lengi ég held, þú veist, ég er örugglega ennþá með, þú veist, fórnarlambsleifar í mér en ég þarf bara að passa mig að fara ekki þangað. Að því mér finnst þetta bara óréttlæti það versta sem ég veit þetta er bara, ég er á jörðinni til þess að berjast gegn því þegar kemur sjálfur mér meðaltalinn. Þú talaði einhvern veginn, þú ert með ADHD-greiningu, eða? Já. Þetta er eitt af einkennum ADHD. Að vera með sterkar réttlætiskennd. Það? Já. Vá. Svo fyndi líka að ég hef líka stundum, sérstaklega þegar hlutinni verða svolítið yfirþyrmandi, bara svona, veistu, stundum væri ég bara til að vera þessi típa, algjörlega blindur á sjálf mig, vera bara einhver trukkur sem bara æðir í gegn og sér ekki neitt og það var eitthvað svona fyndið TikTok sem var að ganga. Það var sko eitthvað svona, vissið þú að Botox geti slögt af einhverjum empathy channels in your brain og ég bara flott, gef mér 14. Og stundum bara nenni maður ekki vera að taka allt inn og maður þarf að temja sig það líka, þú veist, gasa var til dæmis góður lærdómur, að bara ég tók þetta allt inn og ég var svo tungldur að ég geti ekki listi og svo einhvern veginn þurfti ég að fara og ég meina, í kjölfarið því þá fór ég bara að skoða psychedelics af því að ég gat ekki búið í þessum heimi það sem að óréttlæti, ekki bara óréttlæti heldur þjóðamorð, viðgengst og það er stuðningur frá Evrópu, frá Ameríku
þjóðamorð, við erum að tala um bara holocaust, þú veist, í bara annari mynd og það er bara stuðningur, sendum við vopn, klárum dæmið og þetta var algjört vonleysi, bara ég get ekki búið hérna, það er ekki séns, ég get ekki búið þessari gjörð, sendum mig ykkur aðra vít og það var til dæmis bara ástæðan fyrir ég prófaði hérna Höfvíkandi af því að þú veist, ég sá enga útgönguleið. Fannst þér að hjálpa? Já, sko fyrsta skipti sem ég prófaði psychedelics, það var með bara dásamlegum psykotherapista og leiðbeinanda og þetta var gert á eins faglegan, kærleiksríkan og bara í alveg bara dásamlegan hátt, en þá var líka annað. Þá var ég líka komið þangað, ég vildi ekki búa í hausnum á mér. Hann var alltaf á móti mér. Ég var bara uppfullur af skít og bara þegar ég dett inn á svona þessa stöð þar sem að sjálfsvíg er einhvern veginn að læðast í hotnunum, þá veit ég að ég er á hræðilegum stað. Og þetta er ekki það að mér langi, þegar ég hef lent í þessu, þetta er ekki þannig að mér langi að deyja. Þetta er meira bara, ég veit ekki hvort ég geti þetta lengur, hvort ég hafi orkuna í að halda þessu áfram. Þetta er bara, áframhaldið er svo þungt. Og það er sama, hún er líka bara engill á jörðu og það sem, fyrsta ferðalagi mitt hjálpaði mér ótrúlega mikið, að því ég fann það líkamlega að það var verið að losa rosalega mikið af líkamlegum blokkurum. Bara túbuna voru allar fullar og þetta var bara, og í rauninni ferðalagi mitt var mjög líkamlegt. Mikið af svona uppspenning og þú veist alveg bara, þetta var rosalega mikið að, ég kalli þetta orkukúka. Ég myndi að vera bara með niðurgang, losun er bara eitthvað svona, oh my god, what the fuck, eitthvað svona, nema þetta var orkulega séð. Og ég var svo sem ekkert að, maður margir sem hugsa maður sjá eitthvað svona kannski, eitthvað svona ljótt og eitthvað svona, mitt var bara inn í mér og ég var að kynnast í rauninni bara kannski baksögunum minni og rosalega mikið með bara af hverju er ég hérna og tengingar við, mömmu og þetta var mjög gott, sko. En ég get ekki sagt að þetta sé búið að laga. Þetta er kannski bara svona, þetta er svona eins og að hvernig get ég orðað þetta? Þetta lagar ekki, en þetta býr til rosalega góðan grundvöll til þess að halda áfram að vinna í sjálfu þér. Sem var mér mjög mikil vonbrigði því ég bara lagaði mig, ég bara þetta var svona eitthvað svona frekar naív hugsun, ég held bara að þetta væri quick fix. Sem þetta er ekki, að því að vinnan okkar er náttúrulega gerist hér. Og svona bara í okkur og hvernig við breytum en þetta var ég veit ég þurfti á þess að halda til þess að geta haldið vinnunni áfram eins vel og ég get og ég trúi að þetta geti hjálpað mjög mörgum en þetta er eitthvað sem þú þarft bara virkilega að finna að þetta sé rétt ákvörðun fyrir þig þá ekki að segja við neitt að fara í svona ferðalag. Þú ert nú bara mjög duglegur að vinna í þér. Þú veist eins og nú ertu á jógakennaranámskeiði í Sólheimum og heilsumarkþjálfunarnámi og þú veist, finnst þér þú svona að vera leitandi? Þú veist, er eitthvað svona sem þú ert að stefna að, þú veist, hvað er? Sko, ég held að þetta sé líka, sko, einmitt að því við tökum tímalínuna. Ég veit að ég var að sækja í virði á vitlausum stöðum. Að því að einhver partur af mig finnst ég vera ekki nóg góður, ekki einhvers virði, að ég fór að eyða miklum peningum og fjárhæðum í merkjavörur. Ég á þetta, það hlýtur að vera þetta gefur mér eitthvað virði. Kaupa hamingjuna. Kaupa virði mitt. Sömuleiðis og með Instagram, þetta var sko, ekki það að ég var sem aldrei spáð eitthvað í likes, en starfið er mjög viðurkennandi að því leiti að þú veist, mér er boðið í flottubóðin eða þessi kunni hafði samband við mig sem að eru svo flottur og þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem að kannski fæðir egoð mitt, þetta fæðir eitthvað dýpra sem er svolítið svona, ok, ég er einhvers virði, ok, ég er einhvers virði. Þetta er ákveðin svona neyslu svolítið svo nammið. Oh my god, þetta lagaði eitthvað, ég elska nammið, lalalala, en svo er illt í maðan, svona, þú veist, svo langar ég er í meira, þú veist, það er svona, ég held að það sem ég er að gera núna er svolítið að strippa af þessu.
ég veit að ég er hérna til að hjálpa, ég veit ég er hérna til þess að nýta í rauninni rödd og þekkingu til þess að hjálpa öðrum, en ég hef svo sem engin tól nema kannski Instagram, og ég veit ég hef opnað umræðu sem hefur verið dýrmæt. Hlaðvarpið þitt maður. Já, þú veist, ég veit að það hefur hjálpað mörgum og ég er svo þakkláttur fyrir það og stoltur líka að einhvern veginn að hafa náð þessu markmiði að geta opnað umræðu og hérna verið einhvers konar vitneskja fyrir fólki sem að vonandi hjálpa þeim að vinna í sér og kannski sjá einmitt rauð flögg eða hugur ekki til þess að slíta samböndum sem að eru þeim vond. En núna finn ég að þú veist mér langar að vera í beintengingu við fólk. Þú veist, það er rosalega gott að finna fyrir áþreifanlegri orkutengingu við fólk sem að bara, ef ég geta aðstofa þá var það með minni hefur. Mér finnst einmitt svolítið magnaðast að tala um orku. Ég man nefnilega í þættinum hérna stjörnuspekina. Þá er ég mitt að segja sko að ég finn alltaf þegar einhver gengur inn í herbyggi, ég skynja bara oft hvernig fólki líður eða svona og ég held að það væri bara eðlilegt og allir fyndi það. En hann var bara nei. Þú veist, þannig ég bara what? Þetta er eitthvað sem maður þarf að taka sér líka, þú veist, eins og svona að vera empath og að finna svona, það getur líka verið ógeðslega þungt. Ég veit það, að því maður skynja líka bara þyngsli fyrir brjóstunni ef einhverjum líður ógeðslega illa. Já. Það er bara málið og þetta er eins og bara ég búin að gasa og líka bara eins og með hérna helgina þegar ég var með bara bestu konum í heimi í náminu og þú veist, maður fann fyrir orkunni í rýminu og hvað ger ég? Bara hágrenja, get ekki hægt. Ekki góður lósun bara. Dásamlegt og bara það er svo gaman að finnast þessar konur vera stórkostlegar og samgleðast þeim og ef að þær upplifa eitthvað sem ég er að upplifa þá bara þá geti ég ekki verið sko hamingju saman fyrir þeirra hönd en þetta er svo rétt hér þetta er ekki, svona er ekki allir. Nei, en maður heldur ofta allir sé eins og maður sjálfur. Algjörlega. Maður gleymir því stundum. Já, stundum þegar maður segir eitthvað bara já, þú meinar ég bara hvað, já, ok, já, eitthvað svona, þú veist, það er svona, maður þarf líka að vera svolítið meðvitaður að veist, okkar eiginleikar eru okkar eigin. Það þarf ekki að gilda alla. En hvað finnst þér þá, þú veist, auðvitað er þetta ógeðslega erfið lífsreynsla og allt sem þú gengur gegnum, en hvað myndur þú segja væri það jákvæða sem þetta hefur skilað eftir? Ég held að sé númer 1 auðvitað að ég veit kannski stoltur kannski en mér finnst líka að vera partur af sögunum minni að hafa tekið þátt í að aðstoða einhverja við að hefja sína vegferð að setja mörk, losa sig undan svona samböndum, setja mörk við bara þá einstaklinga sem eru að meiða þá. Mér finnst það dýrmætt af því það er það sem ég langar að gera. En svo fann ég líka, þú veist að tímabilið sérstaklega svona fljótt eftir að ég þurfti að bjarga öllum beint. Ég skal bjarga þér, ég skal hitta þig og ég var að keyra milli húsa oft bara, já, ok, þetta er alltaf ég bara, ok, ég sé þig, ég skil þig, þú veist, hérna, auðvitað var fyrsta árið mjög kaotist. Það brennur þú út sjálfur. Já, og kaotist líka að þið leita átt að sá því hvað það er. Allt hérna var allt orðið sko, svona skeri, hræðilegt og þetta var svolítið eins og bara vera að flakka á milli til að bjarga öllum, út úr húsinu, brenndu húsi ég skal bjarga öllum hérna og þú veist, ég gerir klárlega mistök á leiðinni og þú veist, það sem maður bara en það var bara út frá algjörum ótta að það væri að einhver annar væri að fara að gangi gegnum það saman ég, eða upplifa svona sársauka sem að bara ég óska engum og ég fyrirgefi mig það alveg því að þetta var líka bara kom frá mjög einlægum stað en hérna ég held að það sé að jákvæða að ég get verið stoltur af sögunni og stoltur að hafa hjálpað einhverjum og ég hitti fólk reglulega sem þakka mig fyrir og ég það bara læra að taka það eins inn en hérna segja takk þegar einhver rósaðir. Já, ég skil ekki okkur að svona erfitt og líka bara, þú veist, þú hjálpaði mér að sjá að ég var í ofbeldissambandi. Það er svona, þú veist, það er jákvætt að utanleiti en það jákvæð við þetta er auðvitað bara
að ég þakkláttur fyrir þessa reynslu. Það er líka jákvætt. Æðislegt. En ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa fyrir þér? Hvað segir Helgi? Sko, ég vissulega er líkamleg heilsa ótrúlega mikilvæg. Heilsa fyrir mér, og ég segi þetta við rosalega marga konur í mínu lífi, heilsa er að sinna sér. Og þá er ég að tala um bara alla póla. Og oft er að fara að hlaupa brettið í klukkutíma á dag til þess að kannski reyna að ná einhverju, þetta er heilsa að ég eins og við tölum í þættunum sem er á Helgaspjallinu að sko, þú veist, hreyfing þarf að vera á réttum forsendum og stundum þarf líka með hvíld að fara í streitu það er svona, mín hugmynd af heilsu er þegar þú sinnir þér og þínum þörfum í hverju sinni þá átómatist verður þá verður hreyfing dásamleg og þá gerur hún eitthvað fyrir þig. Átómatist getur þú verið meiri til staðar fyrir börnin, fyrir makaðinn, fyrir vini, að setja mörk. Það er, þarna getur þú elska þig og aðra á sama tíma. Skilurðu? Það er svona, það finnst mér vera rótin. Ef þú sinnir þér og þínu þörfum hverju sinni, þá mun allir þættir heilsu blómstrina með þér. Það er sko alveg rétt. Ég er svolítið þar. Hvernig hugsar þú þína heilsu? Maður gerir alltaf eitthvað vel, myndu? Já. Ég er mjög meðvitaður. Ég er líka með helling og göllum og svona hvað er þetta á íslensku? Hurdles. Hindranir. Ég veit að verkefni mitt er að vera í einhvers konar rútínu af því að líkamleg heilsa sem að kannski hljómar ekki þess að sé er grunnur að rosalega mikil heilsu mín megin. En ef ég er sérstaklega með ADHD, ef að mikið að gera og margir boltar, þá er bara ekki séns að geta verið til staðar. Ég stend bara í ræktinu og er bara hálf lamaður. Ég þarf að vera með frekar rólegt í kringum mig. Ég þarf að vera með bara svona rólegan strúktúr. Þá gengur allt upp. Þegar ég veit að ég get verið í staðar í ræktinu og æfingum og noti mín, það er þegar ég er búin að leggja nokkra bolta niður, setja mín mörk, sinna mínum þörfum. Að þegar ég er úrflæði, þetta sem ekki týpuri, þá er allt í klessu. Þá er það bara engið þín í morgumat, kanilsnúður í hádeginu, og svo bara skrolla til klukkan 1. Þetta er dópamín bara dópamín lömun. Þetta er bara neysla. Og það er svona, ég er alltaf að reyna að róa hluti kringum mig og svo kalla ég alltaf til mín meira. Það er alltaf eitthvað og þetta getur alveg verið frustrerandi, ég get alveg verið bara argur yfir þessu, það er alltaf fokkin eitthvað, en það er náttúrulega bara eitthvað sem að ég stjórna. Ég stjórna hvað ég segi nei við, ég stjórna hvað ég sitt mörg. Þú ert með lífið í lúkunum. Ég er með lífið í lúkunum og við öll hinn líka, við þurfum bara að vera góð, gerum það vel og ég vil meina að byrja allt hjá okkur sjálfum að sinna okkar þörfum. 100% sko. Já, það er ekki svolítið máli. En mér langaði að spyrja því að þið verum nú bæði í samstarfi Netto. Uppáhald. Hver er uppáhalds Netto-verslunni þín? Oh my god, ok. Númer 1, má ég segja topp 3? Já. Númer 1, Netto á Egilsstöðum. Netto á Egilsstöðum, a.k.a. Kaupfélagið, er bara æska mín, það er sálarninni, Netto hefur bara aðlaðast, Kaupfélaginu, það er einhvern veginn, þetta er eins uppsett, það er allt til, þetta er bara besta búð í heiminum. Oh my god. Og svo er það Netto á Granda, af því að það er sko, þetta er svona, mér finnst að vera svona, hvað heitir þetta, býtum við, svona þorpsverslun, hvað heitir þetta? Svona hverfisverslunin. Þú sér bara sama fólki sinni rútínu innan búðarinnar, það er einhver sálarna, það er það sem ég elska við Netto líka.
og svo það Netto í Mjóddinni. Mér finnst það nefnilega að gefa mér svona, Reykjavík, svona batslega þegar maður fór til Reykjavíkur og þá var náttúrulega nógust stór, en þetta top 3 og ég svo þakkláttur að vera í Netto teiminu. Sammála. Í alvegni, þetta eitthvað, við kallum þetta bara Nettoari og já, bara mér finnst það æðislegt og við mælum vissulega með appinu. Það breytir svolítið leiknum og ég elska líka þetta svolítið svo leikur. Ok, hvað komið í dag? Hvað komið í helginni? Já. Og þá reyni ég aðlaga bara svolítið eftir því. Já, hvað ætlar að hafa í matinn með að við tilboðin? Og ég fekk daginn 4.000 tilbaka í einhverjum. Vá. Ég svona coupon queen, sko. Einmitt. I love my coupons. Já, svo getur þú fengið endurgreitt sendingakostnaðin ef þú versla fyrir X upphæð. Þá fyrir það endurgreitt inn á appið, já. Ég ánefnilega, sko málið, það svolítið vesinn sem mér að ég elska að fara í búðina. Já, ég sá að þú og Ragga voru bara daginn bara fara til þess að skoða. Þú veist hvað fólk talar að úlingarnir alltaf í hagkaup. Við förum í Netto. Það bara, þegar við Ragga höngum saman, hvað ég að gera? Það fyrir kaffu, segja bara fyrir Netto. Það svo gaman. En það nefnilega svo geggja, ef það brjálað að gera og maður hefur ekki alveg tíma og orku til að fara í búðina. Já. Þá hef ég pantað og látið senda. Ég hef eftir að prófa það. Og það bara í appinu. Ég mitt og það sem ég spenntastur að gera svona standard kauplista. Einmitt, það svo þægilegt. Það sem ég keypti síðast, það bara hakka ég við það sem ég vil. Já, geðveikt. Af því ég líka talandi að vera í góðu flæði. Þegar ég í góðu rútínu, þá veit ég alltaf hvað ég á að kaupa. Það annað líka. Þetta hefur líka svona kauphöfun. Ég kaupar allt úr að dísakjúklikinn, sætakartöflur, brokkoli, þú veist, ég bara með nákvæmlega hvað ég þarf. Gríska jógurtið og frosna á, þú veist. Og svo ger ég bara, og ég veit bara nákvæmlega. Það bara píta hér, svo orkuskál, svo þetta. En svo þegar ég ójabæði, þá á ég alveg til að vera bara, kaup bara eitthvað og þetta bara úrstafla, sem ég langar svona og eitthvað svona. Ég held að það sé mannlegt, sko. Það ekki. Jú. En Netto gerir þetta mjög þægilegt með því að getur bara að fara í appi og segja hei, þetta sem ég kaupi. En hefur þú smakkað að því að uppáhaldið, sko, við kaupum til hvert einasta skipt sem fyrir með Netto. Ég vonast að fara að segja sem ég heldur að fara að segja. Súru gúrkurnar frá Englamark. Hefur þú smakkað? Borðið ekki súru gúrkur. Ef það einhverja súru gúrkur, þá eru það þessar, sko. Ég reyndar að nota þær einu sinni í hamborgara. Sem var mjög gott, sko. En Englamark-vörurnar eru, sko, mína vörur að því að í Danmörku þá var ég alltaf veslaði í Superbrúsen og það Englamark, alls ráðandi. Ég keypti bara allt þar. Ræðislega vörur. Þetta líka bara að því að þú veist hvort það fáður, þú fór svansvottaður, þú fór lífrænt, þú fór alltaf besta. En, talandi Englamark, ertu búin að kaupa sænsku bláberin? Frostnu? Já. Já. Oh my god. Pínu lítil og rosablá. Bara í alla hafragrauta, öll búst, þetta því mér finnst allt súrt vant. En þau eru sæt og lítil og þetta uppáldið að mér og Pétur, það hafragrautur með bláberi hafragrautur. Samanlega þeir Herði, má ég segja hvað ég hélt að vera að fara að spyrja? Dave og Johns salamíkdöðlurnar. Oh my god, og kókosbolludöðlunar. Kókosbolludöðlunar? Ég er að fara netta eftir, sko. Huklódbollar heitir það, þú veist. Nei, býttu setja eftir. Huklódbollar. Huklódbollar? Já, þú ert alveg með þetta. Já, ég náttúrulega tek sænskar heimnum fucking serious. Sko, þetta er bara æskan mín. Maður var alltaf að búa til svona kókoskúlur með hafragrjónum og... Er það döðlu með kókoskúlum? Nei, þú veist, húðin utan döðlunar, já, eru með kókos þessu bragði. Oh my god. Af því ég rosalega bara salami ger svolítið bara heilagt fyrir mér, en ég þarf að smakka rest. Þetta er uppáhaldsnamið mitt. David Jones döðlunar, sko. Oh my god. Ég er bara finn. Heyrðu hvað ég er búin að mastera. Ég heyrðu það, við þurfum bara að taka eitt þátt á sæns. Já, men jättebra. Jag kan gott. Já. En ég ræði mig, tala dönsku, þegar ég var drukkinn, þegar ég drakk, þá tala ég norsku og núna er ég full on að læra svenska. Já, Duolingo. Já, einmitt. Já, ég líka bara horfa svo mikið á sænsku sjónvarpsefni. Þú ert að horfa á Young Royals. Já, ég er ekki með að segja það. Það æði. Oh my god! Og líka, sorry, ég er ekki bara komin í gegga cool spjall. Þetta er, oh my god, þetta er sænskir þættir stelpu og strák sem að skjóta bekkinn sinn. Það er fyrsta atriðið. Og svo er
svo, þú veist, horfir á þáttinn þetta eru rosalegir þættir fyrir ykkur sem að hlusta og Hvar finnur það? á Netflix, Young Royals og hérna þessi þættir en það er eitthvað ensnafn The fucking go má maður segja þetta á reyna? Heyrðu, þetta okkar hlaðvarp við bara segja hvað sem við viljum Heyrðu, ég held að við séum búin að tala næstu því bara allt sem að var á mínum listi allavega nema ég veit bara að þú elskar jólin litli fuglinn sem er systir þín Er það Dagný? Oh my god Hvíslaði því að mér að þú er eitthvað algjört jólabarn en við tókum það náttúrulega aðeins í hinum þættinum Já, ég mæli með En þú kannski segir okkur af hverju þú ert svona mikið jólabarn Já, ég get líka sagt að helgaspjalli er rosalega mikið til einhver systir minni Ég hanna oft þætti sem ég held að getur verið gott fyrir henni hjarta En yndislegt Já, sem að og hún er besta vinkonum mín sko og bara hún er svona, við erum bæði týpur sko þess að við erum rosalega hérna fallegt tengd Jólin, oh my god veistu hvað ég var að hugsa daginn þú veist jólalög þegar við erum að tjanta, þegar við erum að syngja hvað erum við að gera, við erum bara að setja þetta út í alheiminn það sem við erum að syngja Sem er í góðu skapi, þá syngum við Já, og ég meina, þú veist ef ég og þú myndum alltaf byrja hérna syngja bara saman, bara ég vil lifa lífinu þú veist hérna myndum við ekki finna fyrir svona gleði en ef við værum saman og myndum vera að syngja bara cross my heart and hope to die þú veist, við myndum lappa út fyrir hókin og eitthvað svona á jólunum erum við bara að syngja ást og kærleik og gleði og samveru og njóta og bara, þú veist, eitthvað Christmas Day og White Christmas og allt svona veist, þetta gefur mér gott í sálina það heilagast við jólin fyrir mig er forrétturinn og mömmu og fyrsta taugafall mitt óháð tráma og ofbeldi sambandi það var þegar mamma ætlaði að setja icebergsalat í staðinn fyrir kínakál í forréttinu ég hélt ég yrði ekki eldri og hvað ger ég? Keyri yfir storm hérna yfir heiðina að leita af kínakáli og þú veist ég myndi aldrei halda jólun án hérna og það þarf að vera bara gunnarsmajónis það þarf að vera allt eins sko Hvað borðið þið svo? Það er náttúrulega rétturinn og ég er forréttar ruslatunnan það er svona allir sem að klára ekki klára ég og mamma er farin að gera held í 3-faldi uppskrift til þess að geta borðað þetta á jóladag og helst nokkar dag eftir Nú er ég bara spennt að vita hvað þessi forréttur er Rækjukokteil Oh my god Það eru jólin með koktelsósu Já, nema sko mamma er þú veist, það er hint af karri í þessu og það er þeittur rjómi og þetta er bara nei, þetta mitt líf og það er bra og hérna Jättebra og hérna en svo elska ég að gefa og ég elska að vera saman og ég elska, þó að, þú veist ekki, ef urður og Dæni systir mín er að hlusta, þú veist, börnin hafa pínu eyðilagt ég elskaði meir en lífið en þú veist, allt í einu þarf hún að fara að snemma að sofa eða svo var Dæni ekki allt í einu ekki hjá okkur og þetta er svo, ég er alveg bara þetta er svo heilagt fyrir mig, ég held ég sé pínu á rófinu þegar kemur í jólunum sko og ég meina það fallega, ég held ég sé með smá svona Það er jólarófi Nei, og svona smá einhverjarófi sko sem heitir jólaróf núna ég held að Takk fyrir það en ég elska að gefa og ég elska þegar við sko knúsumst þegar við erum búin að gefa gjafir og knúsumst þegar pabbi og þau koma heim frá hérna kirkjunni og ég elska allar minningarnar ég elska jólaljósin ég elska snjóin ég elska veturinn og snjóin og orkuna ég gæti ekki að elska jólum meira Hvernig líður þá í janúar? Sko vanalega fór ég alltaf að ferðast til Tælands en ég bý á Íslandi sem þýðir að það er bara ekkert rosalega mikið milli handana lengur og sem er mjög áhugavert að því í Danmörku var ég sko með útborgað kannski 250 skall en ég átti ennþá íbúð ég gæti ennþá ferðast til Tælands ég gæti lifa mjög þægilega lífi þess að við erum ekki að fara að ferðast við bara keyptum íbúð og erum bara að borga rosalega marga peninga í vexti sem við ættum ekki að þurfa sorry, er þetta ekki pólitíka svo kannski líka nei, hérna janúar ég elska veturinn og það elska veturinn er mjög gaman það er svona að fara bara í partistæli með Nóel þegar það er stormur og leika snjónum
það er svo mikil orka en ég vil helst fara til útlanda í febrúar eitthvað svoleiðis, febrúar-mars það er markmið mitt út lífið þegar við erum komin í ríkisstjórn sem að kannski vonandi hjálpa okkur aðeins. Er það bara svona fyrir geðheilsuna? Svona létta aðeins? Já, sækja sólarhlaða sig en kannski líka bara ef þetta heldur áfram eins og þetta er búið að vera þá þurfum við að gæsa það kannski bara að flytja til Svíþjóðar og hvað er að því? Við erum hérna heilsumarkþjálfar, við getum verið með kuna hér og þar og það er bara einhverju kósi villu í dölunum sem kostar 12 milljónir ég er líka ég elska dagdreima, ég er rosalega mikið bóðamaður, ég er bara til í allt en jólin er best sko, shit, þetta er svo yndislegt og líka fólk hafa mikið samt það er einhver spenningur, badslegur spenningur og minningar og ætti þetta áslega tími. Er eitthvað að lokum? Eitthvað sem að hjartans takki fyrir að bjóða mér þegar þú sendið mér ég fekk svona, það talaði um innar barn ég bara svona, oh my god, já og svo var náttúrulega bara, svo varst þú að listaði á mig líka svona ég er bara rosalega þakkláttur fyrir þennan dag með þér og já, ég vona bara að kannski við bara getum saman að krafta okkar einhvern veginn í framtíðin til þess að halda okkar vegferð til að gera eitthvað þetta góðs áfram því að mér finnst þú stórkostleg. Þakka fyrir og bara takk fyrir að koma. Mín er ánægjan. Nei, mín er ánægjan ella. Herði, geggjað. Bara þangað til næst. Þokkalega. Takk fyrir mig. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem er á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla. Einnig býði upp á heilsumarkþjálfun annarkvæmt miðvikudag í sjúkraþjálfun í sporthúsinu. Þannig að ef að þig langar að bæta heilsuna, veist ekki alveg hvað átt að byrja, þá er frábært að bóka tíma hjá mér í heilsumarkþjálfun og ég hjálpa þér af stað í þitt heilsuferðalag. Hlakka til að sjá þig.